Síðasta áratug hefur golfklúbburinn Keilir unnið að því að breyta Hvaleyrinni, seinni 9 hólum vallarins, þar sem aðeins ein braut hefur fengið að standa óbreytt, en það er svo gamla 18. sem nú er 15. braut. Það er ótt að segja að nýjar áskoranir mæti keppendum á Íslandsmótinu í höggleik, en mótið fer fram á gjörbreyttum og lengri Hvaleyrarvelli sem nú orðinn lengsti völlur landsins af öftustu teygum. Ólafur Þór Ágústsson, framkvæmdastjóri, hefur verið við stjórnvöli lengi hjá Keili og við spurðum hann út í 9 brautirnar. Þessi byrjun á seinni 9 hólunum, Óli, þetta er alvöru byrjun. Já, þetta er eiginlega seinni 9 hólunum á lýsa því svona, þetta eru 2 áhlaup á kylfingin. Það er annars vegar 10, 11 og 12. 10. er svona stutt par 4 hóla en það er stutt í vandræðin. 11. gífurlega erfitt uppasögg og yfir 400 metrar og slegið yfir sjó í uppasögginu nánast alla leið. Og svo er það 12. par 3 hólan 190 metrar með sjóin hægra megin og glompi vinstra megin og bara erfið og löng par 3 hóla. Þetta er svona í rauninni fyrsta þrautin sem að þarf að leysa vel. Ég held að við séum í rauninni hérna núna á lykilhólum, Palli. Það verða hérna 15. sem er gamla 18., 16., 17., 18. Svona innan klúbbsins ef við fyrir að kalla þetta Hvaleyrarhornið eða Hvaleyrarkrókinn. Þetta verða lykilhólur þegar kemur að því að vinna Íslandsmótið í golfi í ár. Er þetta eins og þessi par 5 hóla, 16. Eru kylfingar að fara að ná inn á í tveimur eða þarf að spila hana með varfærni, getur við orðað? Ég held að áhættan sé bara einfaldlega ómikil. 16. hólan er þannig að þetta er bara svona trú 3 högga hóla og hérna skiptir mestu máli að komast á góðan stað eftir 2 högg. Þá er ekki nema svona 60 til 80 metra högg eftir og það er í rauninni svona rétta leiðin held ég til að fá fugl. Ef að kylfingarnir alltaf inn í 2 höggum þá er ekkert nema vandamál hérna í kring. Það er mikið af háu grasi, grjóti, sjó og bara alls konar fjöri. En svo hérna yfir á 17. par 3, þetta er glæsileg hól, segja okkar aðeins frá henni. Já, af öftustu tegum er hún alveg 190 metrar. Þetta er bara svona ekta strandarvallarhóla sem að hérna í rauninni sjórinn er vinstra megin, er náttúrulega mjög nálægt og svo líka þá er flötin vel varin að gloppum fyrir framan og hægra megin við hann. Þannig að bara að komast í gegnum þessar 4 hólur á pari held ég að verði lykillinn af sigrinum í Íslandsmótinu í golfi í ár. Já, þetta er yngsta flötin á vellinum, 17. flötin og hún er frá fremsta parti að aftasta 45 metrar á lengd og hér verður gífurlega mikilvægt bara lengdarstjórnunin. Það ættir að skipta svo rosalega miklu máli á þessari hólu. Því að þú getur alveg auðveldlega enda með 30-35 metra pút og það er þó að flötin virðist vera alveg slétt, þá er mjög mikið líf í henni og 2 pút geta verið stundum erfið hérna, ekki löngu færi. Bara hérna vinstra megin við 17. flötina, það er bara akkurat ekkert pláss. Hér eru bara í rauninni 2-3 metra af flötinni og leið og missar hann aðeins til vinstri. Þá var það bara hafið. Jæja, Óli, ég er með 18. flötun hérna fyrir aftan þig, þannig að þetta er svakalegur lokakafli og Hvaleyrinn seinni 9 hólurnar eru náttúrulega, já, er búin að vera í framkvæmd, getum við sagt núna í áratug eða eitthvað svoleiðis. Nánast. Já, við í rauninni byrjuðum og opnuðum fyrsta partinn í Íslandsmótinu 2017. Og þá var það 10., 11. og 12. sem er í dag og svo í fyrra þá kláruðum við rauninni rest. Þannig að á öllum seinni 9 hólunum þá er einungis ein hóla sem er ósnert og það er 15. eða gamla 18. hólan. Allar aðrar hólur fara að hafa annarkvæmt farið gegnum nýja flöt og nýja teiga eða nýja brautir. Þannig að það er rauninni búið að umbreyta öllu á seinni 9 hólum. Miðað við það sem maður hefur séð hólurnar á seinni parturinn, hann er miklu erfiðari heldur en raunið eða ekki, fyrir parturinn. Jú, það var náttúrulega líka eitt af markmiðunum að lengja völlinn af öftustegum og fyrir í rauninni keppnisfólkið okkar. Að það var eitt af svona markmiðunum og það hefur tekist mjög vel
og við erum að sjá það núna að sóknarfærin út í hrauni, á fyrir 9 hólunum og svo þarf að spila varnargólfi en aftur passa sig mjög á seinni 9 og hann mun snöggri að refsa þó að hinn sé þakin hrauni, það bara magnað. Og 18. brautin, við erum búin að fara yfir þessu hólur, allar, já, það eru miserfiðar en frekar erfiðar allar og 18. brautin á afturstu taugum 430 metrar. Já, og það alvöru, já, það alvöru gólbraut og þar skiptir upp á sakki gífurlega miklu máli. Við erum náttúrulega núna í dag í suðaustanátt og það svolítið vindur sem gerir þá upp á sakki bara mjög erfitt. Þannig að það þarf gott uppásögn til þess að í rauninni leysa þá braut vel. Allt tilbúið svona fyrir móti og ekki undirbúningurinn búin að vera langur? Undirbúningurinn hófst bara í rauninni fyrir ári síðan. Það var bara í rauninni þegar ég keyrði Reykjanesbrautina úr Keflavík þá hugsaði ég með mér, heyrðu, við erum á ári, nú þurfum við bara að setjast niður. Fyrsti fundurinn var haldinn vikuna þar á eftir. Við höfum svo verið að vinna að þessu núna statt og stöðugt í 1 ár, allt staffið hérna hjá okkur og erum bara býsna vel undirbúin. Stöndum í þeirri stöðu núna kannski að vera viða að okkur öllum búnaði og öllu sem til út sjónvarpsútsendingu og svona því sem þarf að vera í kringum áhorfendur og annað. Þannig að við erum bara gífurlega spennt og völlurinn í mjög fínu standi og ég held að við getum sett hér á svið mjög flott golfmót. Heldur að þetta muni vinnast mikið undir pari? Svona miðað við reynsluna sem við höfum og Kylfingarnir líka sem að koma hér að kynnast vellinu. Þannig að það svona, þú veist, mjög skemmtilegt að það ekki, heimamennirnir kannski njóta ekki eins mikins forskotts eins og svo oft áður á Hvaleyrarvelli. Þannig að það eru allir svona einhvern veginn að kynnast og læra inn á hólurnar hjá okkur. Mig grunar að sko 3 til 5 undir í báðum flokkum sé klárlega vinningsskor ef að veðrið verður þokkalegt.